Þetta er Pétur Gunnarsson og að vinna hjá Umhverfis- og orkustofnun í úrgangstölfræðinni. Ég ætla að fara með ykkur í gegnum svona skráningarferlið og svona nýútgefnu leiðbeiningarnar okkar, hvernig á að skila gögnum meðhöndlun á magn úrgangs til okkar. Þetta ég með stutta glærukynningu, bara rétt að fara yfir svona nokkur svona grunnatriði, svo mun ég bara ganga í gegnum leiðbeiningarnar svolítið. Með augnablik. Svona. Já, byrja því að fara með ykkur yfir svona mikilvægi úrgangstölfræðinnar og af hverju þið allir að skila þessu gögnum til okkar. En fyrst má nefna umhverfislegt mikilvægi. Það er mjög mikilvægt að geta fylgst með mismunandi úrgangsstraumum, bæði magn og meðhöndlun, til að sjá hvar hægt að draga úr myndun úrgangs til dæmis og hvar og á hvaða úrgangsflokkum hægt að bæta endurvinnsluhlutfallið og hvar hægt að draga úr urðun og margt fleira. Svo einnig lagalegt mikilvægi. Það ýmis lagaleg ákvæði sem Íslandi ber að fylgja, eins og lög og reglugerðir um meðhöndlun úrgangs, þar sem sveitarfélög bera ábyrgð á meðhöndluninni innan síns sveitarfélags og það sé til farvegir fyrir hvers kyns úrgang sem myndast innan þess sveitarfélags, það er að segja. Lagaleg ákvæðin eru tilkomin vegna evrópskrar löggjafar, en þar eru ýmis ákvæði um endurvinnsluhlutföll og urðun sem Evrópuríkjum ber að fylgja. Úrgangstölfræðin er því mikilvægt tól til að fylgjast með hvernig við stöndum okkur, eða hvernig Ísland stendur sig, gagnvart þessari bæði íslenskri og evrópskri löggjöf. Okkur breytir skylda til að skila upplýsingu til Eurostat, sem er svona eins og evrópska hagstofan, en þau halda utan myndir og meðhöndlun úrgangs í Evrópuríkjunum og frá þeim koma þessi markmið sem eru nú í íslenskri löggjöf varðandi endurvinnsluhlutföll og úrgangsmyndun. Svo má einnig nefna sveitarstjórnarlegt mikilvægi, en úrgangstölfræðin ber að gefa mikilvægar upplýsingar fyrir sveitarstjórnir, svo þau geti fylgst með úrgangsmyndun í sínu sveitarfélagi, og eins og ég sagði þá hafa þau í rauninni bera þau ábyrgðina á að það sé til farvegir fyrir úrganginn, og það er mjög mikilvægt fyrir þau að geta fylgst með hvað myndast innan hvers sveitarfélags. Svo langar með að benda á aftur úrgangur.is. Það eru alls konar hagnýtar upplýsingar, til dæmis þetta mælaborð. Þetta hægra megin á glærunni er skjáskot af mælaborðinu, og mér langar bara nefna stuttlega að við erum að vinna í uppfærslu á því. Mér langar að fara yfir í Power BI mælaborð, þar sem verður svona gagnvirkara, þar sem er þetta síja alls konar upplýsingar út frá því sem þið viljið þá sjá eða eitthvað sérstakt sem þið leitið eftir, og þetta skoða með tilliti til fleiri ára og svona, eins og núna birtum við bara gögn frá 22 sem er svona frekar heftandi ef maður vil skoða söguna. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum bæta. Til að halda áfram, þá langar mig að tala aðeins um aðkomu ykkar og hve mikilvæg svona samvinnan er milli ykkar rekstraraðilana sem meðhöndla úrgang og þá okkur. Og það er bara helst að nefna í rauninni bara hvað við erum þakklátt fyrir það sem við erum í dag, og bara þá samvinnu sem flest ykkar hafa sýnt, sem við höfum verið í sambandi við, og þið ykkar sem eru nú þegar að skila gögnum til okkar. Það er bara eitthvað sem við kunnum virkilega vel að meta, og vonum bara að þetta samstarf muni halda áfram. En þó að nefna að þetta er kannski ekki alltaf einskær með góðvilja gert að þið séu svona í góðri samvinnu við okkur, því að það eru vissulega lagalega ákvæði um það að allir aðilar sem meðhöndla úrgang eigi að skila til Umhverfis- og orkustofnunar gögnum á því formi sem við óskum eftir. En að því sögðu þá reynum við auðvitað að sýna tillit til ykkar og gera það allar breytingar og bætingar eins og núna, þessar breytingar sem eru í gangi núna. Við reynum að taka alltaf spjalli við allavega einhver ykkar og sjá hvað þið standið og hvað er raunhæft og hvað er hægt að bæta og allt slíkt. En aftur bara, við erum ótrúlega þakklátt fyrir þar sem við erum, og við erum meira tilbúin til að taka spjallið, bara ekki hika við að hafa samband eða eitthvað, ef þið lendið í vandræðum með skilin eða hafa bara einhverjar spurningar eða hvað þá einhverjar svona úrbóta tillögur. Við erum mjög tilbúin að hlusta og sjá hvað við getum gert betur, þannig að bara ekki hika við að hafa samband. Hér langar með rétt að nefna svona stærstu breytinguna sem er í aðsí, en svona baksagan þar er að, kannski byrja því að nefna að við skilgreinum svona úrgangsmeðhöndlunaraðilana með ákveðin hlutverk, sem er þá fyrstu, milli og loka meðhöndlun. Hingað til hefur við bara verið að fá skil frá loka meðhöndlunaraðilum sem eru svona endastöðu úrgangsins, þegar
aðili sinnir einhver endurnýtingu eða endurvinnslu eða förgun eða líka sendir út erlendis í lokameðhöndlun. Það líka það sem við skilgreinum lokameðhöndlun hjá okkur. Þannig að, og það hefur gengið mjög vel og við erum mjög þakklátt fyrir að vera með þær upplýsingar. Þannig að það á ekkert að breytast, en við viljum bæta við því að fá líka frá hlutverkunum sem sinna fyrstu og millimeðhöndlun. Að útskýra það, þá fyrsta meðhöndlun, það eru allir þeir aðilar sem safna og eru svona fyrstu aðilar sem taka við úrganginum frá þeim sem mynda úrgangin, hvort sem það eru heimilin eða einhver fyrirtæki eða eitthvað slíkt. Og með því viljum við sjá hvar úrgangurinn er að myndast og hvaða aðilar eru að mynda úrgangin, hvort frá hvaða sveitarfélagi og hvort það sé frá einhverjum fyrirtækjum, hvaða atvinnugrein eða hvort það sé þá frá heimilum. Svo millimeðhöndlun í rauninni allt þarna á milli þá fyrstu meðhöndlunar og lokameðhöndlunar. Þannig að það getur verið alls konar, getur verið böggun eða flokkun og flutningur og hvaðeina. Og það er í rauninni mikilvægt hlutverk til að geta fylgt úrgangsstraumnum frá upphafi til enda, sem er í rauninni svona markmiðið með þessu, að sjá hversu mikið myndast og hvar það myndast, síðan hvar það endar. Þá er millimeðhöndlun mikilvæg fyrir okkur til að geta fylgt þessum úrgangsstraum frá upphafi til enda. Mér langar líka að nefna hér að einhver ykkar, þið sem hafið áður skilið til okkar, sem ykkar hafa verið að prófa að skila fyrstu og millimeðhöndlun, þannig þið þekkið þessi hugtök kannski einhver leyti. En við erum aðeins að breyta hvernig við tökum við þessu og hvernig við skilgreinum þetta í okkar kerfi. Því að við höfum notað það sem svona skilareit sem köllum skilategund, þá bara var einfaldlega valið hvort þú værir lokameðhöndlunaraðili, millimeðhöndlunaraðili eða fyrsti meðhöndlunaraðili. En núna eftir að hafa spjallað við sum ykkar þá er að færa þetta svolítið aðra átt og nota meðhöndlunarleiðirnar til að skilgreina hvaða hlutverk þeir eru að sinna. En ég mun fara betur í það allt eftir þegar ég er komin í leiðbeiningarnar sjálfar. Næst langar mig að nefna bara markmiðið með þessu öllu saman, af hverju við söfnum gögnum frá ykkur og erum með þessa úrgangstölfræði. Markmiðið þetta fyrst og fremst að bara fá betri gögn og hafa eins ítarlega gögn og rétt og við getum, bara til að geta þjónusta sveitarfélög og okkur og ykkur og alla sem hafa áhuga á þessu gögnum. Síðan er það úrgangsflæðið. Við viljum geta séð, eins og ég var að tala áðan, fyrstu og milli og lokameðhöndlunina. Við viljum geta séð hvað safnast mikið og frá hverjum, hvað fer mikið af því í lokameðhöndlun. Einnig má nefna gagnsæi. Við viljum að gögnin okkar séu aðgengileg fyrir alla. Það nefni ég aftur mælaborðið sem er í vinnslu. Við viljum allir geti séð þessi gögn, það á að vera opið öllum. En auðvitað erum við ekki að birta hvað aðilar skila til okkar. Það er, við höldum því bara fyrir okkur. Að meira þá hvað myndast og í hvað sveitarfélagi og svoleiðis. Og svona síðasta markmið sem ég langar að nefna var að er API-tenging sem við köllum það. Það er að okkar svona markmiða draumur er að þið allir rekstraraðilar sem meðal úrgang munu skila til okkar á endanum í gegnum API-tengingu. Og við höfum trú á því að það myndi vera búbót fyrir bara okkur öll, því þetta myndi gera skráninguna meira sjálfkrafa skráningu í gáttina, þar sem ykkar kerfi og okkar kerfi væru bara bengtengt og þetta væri þá bara einhver einn takki sem þyrfti að ýta á til að senda okkur gögnin. Og þá myndum við bæði náttúrulega einfalda, þetta er bæði til einföldunar og líka annað sem við viljum bæta er þá myndum við vonandi geta fært gögnin okkar nær rauntíma eða fengið gögn nær rauntíma. Því eins og þið vitið sem við erum að skila nú þegar til okkar, þá skilið alltaf fyrir 1. maí ár hvert, fyrir árið á undan. Og svo tekur við það sem við vinnum gögnin og erum að fara yfir þau og gerum stundum einhverjar leiðréttingar, samvinnu með úrvinnslusjóði og eitthvað svoleiðis. Og það tekur oft sinn tíma, þannig að við erum ofta að birta gögnin 1 til 1,5 ári aftur í tíman, sem er svona, frekar seint. En með þessu höfum við trú að við getum fært þetta jafnvel bara með kannski 2 mánaða gömlum gögnum í staðinn fyrir 1,5 árs gömlum eða eitthvað svoleiðis. En þetta er allt í vinnslu og ég mun líka nefna aðeins þetta betur á eftir. Þetta markar endan á þessari stuttu glærukynningu. Þannig að ef þið hafa einhverjar spurningar um þetta, þá mér endilega grípa hljóðið núna. Það er minnsta málið. Annars mun ég bara færa mig yfir í
Þar með við leiðbeiningarnar og gáttina. Er vefþjónustan eitthvað sem orðið vist í dag eða það bara eitthvað í framtíðinni? Tala API-tenginguna. Já, akkurat. Þetta orðið virt, við erum ennþá svona stíga fyrstu skrefin. Það einn aðili sem skilaði til okkar í fyrra með henni. Þannig að það rauninni ef þið hafið áhuga að skila með API-tengingu, þá byrjum við ykkur að hafa bara samband við okkur og við reynum þá að setja það upp bara, getum við að setja það upp á þessu ári og prófa það á næsta ári. Glæsilegt. Já. Er þetta þá spurningu þetta með API-skilin, er þetta verktakinn sem gerir þetta eða er hann þá að koma til sveitarfélagana, eru við þá að gera þetta, eflaust þetta hátt á því á ýmsa vegu, sko, eftir því hvernig þið viljið í rauninni. Ef verktakinn að skila fyrir ykkur, þá örugglega hægt að setja það einhvern veginn upp þannig. Og já, ég ætla að skjóta inn í einmitt endilega að nota hérna rétt upp hendi takkan hérna á Teams til að, ef við erum með spurningar, þá er þetta að taka það bara í röð. Svara þetta, Elvar, þetta varst þú, Elvar, sem varst að spyrja það ekki? Já, það var ég. Og það er mögulegt að verktakinn geri þetta? Já, það er rauninni alveg bara hvernig þið viljið hátta því, sko. Það er ekkert mál. Almar, ekki máli. Já, sæli. Almar, hérna, umhverfisvöllur og Langanesbyggðar. Kostnaður sem hlýst að því að setja upp þetta API-búnað, hver ber hann? Er það bara þess sem að óskar eftir í að skila á þessu vegu? Þú veist, hver verður hvatinn fyrir sveitarfélagið að leggja í þá þennan kostnað? Þú veist, því að maður verður að leika varðhund skattfésins, eða ekki? Það sjálfsögðu og jú, það er rétt að myndi vera á kostnað sveitarfélagsins eða þess aðalega sem setur upp að kýsa að skila með þessari leið. En hvatinn ætti í raun að vera að þetta mun vonandi á endanum vera tímasparnaður og eitthvað sem skila sér í minni vinnu fyrir ykkur. Því að þetta á að geta einfaldað skilin. En þetta er aftur bara eitthvað sem við myndum taka spjallið og sjá hvort það sé raunhæft eins og fyrir sveitarfélög eða ykkur rekstraraðilana. Það er þetta spurningunni. Já, svona bara eins og mig grunnaði. Já, einmitt. Jón, Holger. Já, takk fyrir. Mér langar bara til að fá hreint svona hugtökin í þessu eins og loka meðhöndlunaraðili. Mér finnst eins og það sé nota þannig að það getur verið aðili sem að safna innanlands og svo segir í bréfin ykkar og flyttur sjálfur beint utan til meðhöndlunar. Já. Er þá þessi aðili loka meðhöndlunar aðili innanlands? Er það hugsunin? Já, þannig að loka meðhöndlunar aðili hjá okkur skilgreindur þannig að þetta getur verið annarkvort verið eitthvað sem er í loka meðhöndlun innanlands eða er sendt út og við missum í rauninni svona sjónar af þeim úrgangi. Sent út til lokameðhöndlunar þar. En það fellur líka undir að vera lokameðhöndlunaraðili í rauninni. Ok. Ef það er einhver frekar spurningar í bili, þá höldum við bara áfram. Ég ætla að deila hérna skjánum mínum aftur. Sýna ykkur þetta aftur. Heldur þetta hér. Byrja á því að sýna ykkur úrgangur.is, bara stuttlega. Aðalega til að benda ykkur á hvar leiðbeiningarnir eru að finna. Því það er ekki bara í tölvupóstinu sem ég sendi ykkur, þó það sé vissulega þar líka. Heldur líka að finna hérna úrgangur.is. Þetta er tölfræði. Þar eru við með skil á magni og meðhöndlun úrgangs. Þetta var alltaf á hérna ust.is, en við erum búin að færa þetta hérna undir úrgangur.is, þar sem við teljum þetta bara eiga betur heima hér og ust.is er orðin úrelt síða, þar sem við höfum sameinast Orkustofnun og erum núna umhverfis Orkustofnun. En hér undir þess að þetta finna leiðbeiningarnar. Hérna stefnum við líka á að birta þessa upptöku af þessum fundi. Þannig hér verður það gert aðgengilegt. Ég ætla bara að opna leiðbeiningarnar hér og svo langar mig að einnig að sýna ykkur hvar annars staðar er hægt að finna leiðbeiningarnar. Það er í gagnagáttinni, gögn.ust.is, þar sem þið skilið einmitt gögnum til okkar. Þið skráið ykkur inn með rafrænu skilríkjum hérna gegnum island.is. Ég er með hérna pröfuaðgang með lykilorðið, þannig ég skráði mig þar inn til að sýna ykkur svona viðmóti sem þið fáið. Skráðu ykkur inn þar. Svo undir meðhöndlun úrgangs sjáu þið aðilana sem þið hafa aðgang til að skila fyrir. Ég ætla að skila fyrir umhverfis Orkustofnun hérna. Þá kemur fyrsta síðan leiðbeiningar. Þar er þetta að finna leiðbeiningarna líka. Þannig að þegar þið byrjið skilaferli þá eigið alltaf að
ramba á leiðbeiningarnar á endanum, en svo eins og ég sagði áðan, þá er bara endilega hafið samband leið og lendið í einhverju vandræðum, það er ekki hika við það. Já, nú ætlum ég bara að byrja að fara í gegnum leiðbeiningarnar með ykkur og þá aðalega fókus á svona breytingarnar og kynna helstu svona grunnatriðin fyrir ykkur aðalina sem kunni að vera nýir og hafi ekki skilað til okkar áður. En fyrst bara smá svona samantekt. Já, Elvar, vilt þú koma skjóta inn í spurningun núna? Já, afsakið, ég kynnti mig ekkert á hann Elvar Árni sviðsstjóri hjá Norðurþingi. Nú erum við með 2 urðunarsvæði og ég lenti brasi með það í fyrra hjá okkur að þessar tölur blönduðust saman. Er gert ráð fyrir í þessu að eitt sveitarfélag getur haft fleiri en 1 urðunarsvæði? Svona já og nei, það er gert ráð fyrir því en það er gert ráð fyrir því með því að taka ekkert endilega tillit til þess. Þú veist, við þurfum ekkert endilega að sjá nákvæmlega frá hvaða urðunarstað, svo lengi sem það er rétt skráð sveitarfélagið og magnið og allt það í rauninni. Þannig að það er ekkert mál okkar vegna að blanda þessu saman, svo lengi sem þessi rétt skráð. Ég meikar það sens. En þið viljið samt hafa þetta aðskilið einhvers staðar. En nú er náttúrulega bara starfsleyfi fyrir hvoru svæði fyrir sig að Já, vissulega og það er í rauninni annað, ég held að þetta er samtal við einn lögfræðinginn hjá okkur, þið þurfum líka að skila, nú man ég ekki alveg hvað heitir, það er allir sem reka urðunarstað þurfa að skila einhverjum ákveðnum upplýsingum varðandi urðunarstaðinn og það er sundurskilið frá þessu í rauninni. Þannig að við fylgjumst ekkert sérstaklega. Jó, vilt þú eitthvað, Jónas, kollegi minn, vilt þú eitthvað grípa það inn í? Já, ég ætla bara að stökkva á þessu spurningu að það þarf að halda þessum tölum aðskildum fyrir eftirlitsaðilann sem er með eftirlit með urðunarstaðnum. En í þessari skráningu þá er það ekki nauðsynlegt að hafa þetta aðskilið. Ég veit ekki hvort það sé hægt að skila þessum tölum í sitthvoru lagi, en við getum bara að skoða saman innan hús og verið í bandi við þig. Ok, takk. En þá er kannski líka gott að nefna, við viljum auðvitað reyna að hafa þetta sem einfaldast en ekki ófeinfald fyrir ykkur, þannig að ef það er eitthvað svona núansar að hafa það bara samband og við reynum að finna út úr því. Þannig að Guðmundur, Benedikt, spurningu líka. Guðmundur, þú skjótin spurningu. Þú ert að mute eða þú ert að reyna. Svona. Já. Jú, Ég ætla bara að forvitnast með aðganginn inn í gagnagáttina. Já. Býrð þú til aðgang með lykilorðið fyrir okkur? Við viljum ekki nota Ísland.is. Já. Sendum við bara línu á þig eða hvernig? Já, best að senda bara línu á mig. Við höfum bara notað Ísland.is en það er hægt að gefa ykkur aðgang sem þetta þarf ekki að vera á reikningi fyrirtækisins, það getur verið bara persónuleg kennitala og þá persónuleg rafræn skilríki fyrir einhver aðila sem er að vinna fyrir ykkur eða verktaki eða eitthvað sem fær þá aðgang að ykkar svæði í rauninni. Gott, takk. Sveinn. Já, takk fyrir þennan fund. Ég heiti Sveinn Margeirsson frá Brimi. Ég velti bara fyrir mér í samhengi við umræðuna áðan um skráningar. Nú erum við með 3 flokkunarstöðvar og ég myndi alls ekki telja það skynsamlegt að blanda því saman og svo sem bara hafandi verið líka í sveitarstjórnarmálum. Það er alveg ljóst mál að til þess að nýta upplýsingarnar til umbóta þá er miklu betra að séu niður á einstaka flokkunarstaði. Þannig ég myndi nú leggja dálítið ríka áherslu á að gagnaskilin væru þannig. Þau væru niður á viðkomandi flokkunarstað. Það gefur okkur miklu betri tól til þess að vinna með til framtíðar. Já, það er alveg góð punktur mögulega fyrir okkur að skoða eins og fyrir ykkur ef þið viljið. Það væri mögulegt að búa til þá, ég veist ekki hljóma samt einfaldara en að við myndum búa til 3 mismunandi aðganga fyrir ykkur og þá skila fyrir hvern mismunandi flokkunarstað. En þetta er kannski spjall sem við ættum að taka lengra bara sjálfur ef þú er áhuga. Sjá hvernig væri að útfæra þetta. Elín. Já, ég er fyrirgeðu bara svo ég klári aðeins, ég er að tala líka bara almennt, ég held að þetta skipti bara verulegu máli, ef við tökum bara
til dæmis Þingeyjarsveit sem sennilega með 3 söfnunarstaði, ef ég man rétt. Það segir manni heilmikið þarfirnar hjá íbúum í nágrenni viðkomandi flokkunarstaðar eða þeirra sem að fara í gegnum svæðið eða framhjá því hvernig flokkunin á þeim stað. Þannig að það hlýtur alltaf að verða miklu strategískari skilaboð og bara úrvinnsla með því að vera með þetta niður á einstaka söfnunarstaði. Já, það gæti verið rétt sko, en svo sama tíma þá söfnum við gögnum eins og bara niður á sveitarfélög og atvinnuflokkun eða heimili, þannig að ef þetta alltaf innan sama sveitarfélags, þá myndi upprunnin væntanlega vera skráður á sama sveitarfélag, þannig að það myndi hvort ekkert endilega sjást í gögnunum, þessum tilteknu gögnum sko, en ég er sammála að þetta væri mjög gagnlegt fyrir þá Þingeyjarsveit að vita. Þannig að já, það alls konar í þessu. Elín. Já, góðan daginn. Elín heiti ég í Malbiksstöðin Höfði. Ég langaði að spyrja, það kom fram í póstinum að það væri ekki lengur skil á grænu bókhaldið sem maður hefur gert undanfarin ár. Þar sem kemur fram olíunotkun og annað slíkt. Það ekki bara úrgangsmálin sem koma inn í þeirri skýrslu. Nú, ég ekki viss að ég kannast við það sem þú ert að fara. Ég hef ekki rætt græna bókhaldi eða slíkt. Það stendur alveg ennþá eins og það hefur verið sko. Já, en þetta kom fram í póstinu sem barst manni þegar áður en þessi fundur kemur til, en ok, þá það bara einhver vitleysa sko. Já, ég kannast ekki alveg við að hafa. Ég held ég geti upplýst þetta. Ok. Ég var að lesa saman póst og það sem pósturinn segir að það þurfi ekki lengur undirskrift frá stjórn eða endurskoðanda undir skýrslum grænt bókhald. Það ekki verið að fella niður skylduna til þess að senda hana. Nei, einmitt. En þetta var samt eins og þetta væri ekki algjörlega skýrt, þannig ég vildi fá þetta algjörlega hreint. Já, gæti verið að það sé einhver annar póstur. Ég kannast ekki við að hafa talað græna bókhaldi í fyrirbúa þessara fundar sko. Það var í öðrum pósti. Það getur verið sko. Og svo já. En svo náttúrulega eins og úrgangstölu, þar koma nú meira og minna frá þeim sorpaðalega sem að tekur frá manni úrganginn. En þá ekki svo mikið annað sem að fer annað það sem endurnýtir. Nei, þetta var bara að halda utan úrganginn í rauninni. Svo græna bókhaldið allt annað, það sem að biðja meira á svona. En þetta bara úrgangurinn. Já, í raun og veru þá til dæmis í okkar tilfelli, þá það bara að við höfum verið endurnýta Malbik og ég sett það inn á gagnagáttina. Heldur það bara áfram að fara þangað, bara þær tölur? Já, ef það inni í úrgangurinn sem þið að meðhandla, þá það bara það áfram. Já, ok. Þá engin breyting. Nei, í rauninni ekki þarna. Nei, ekki þarna. Já. All right, heyrðu, núna pásum við aðeins spurningarnar, höldum áfram. Ég opna fyrir spurningar aftur og eftir, þannig að þið geymið þar aðeins. Já, förum í leiðbeiningarnar. Það byrjaði, eins og ég sagði áðan, bara á smá svona stuttri kynningu og fara yfir hvernig þetta að skila. Það að fara ítarlega yfir það í kafla 2, svo held ég að sýna ykkur hérna efnisyfirlitið. Þar getið þið farið beint í ákveðna kafla eða einhver sem þið hafið sérstakann áhuga á. Leiðbeiningarnar eru líka settar upp þannig að ef að þið hafið bara áhuga á að lesa eins og hvaða úrgangsflokka þeir að skila eða hvernig á að skila ristarúrgang og seyru eða hvað, þá getið látið duga að lesa bara þann flokk, þannig þurfið ekki að lesa alla leiðbeiningarnar. Það alveg 14 blaðsíður og það á ekki að þurfa að lesa þær endilega allar nema að sé kannski að gera þetta í fyrsta skipti. En þannig að ég geta opnað leiðbeiningarnar og fundið bara það sem hentar ykkur í hvert sinn. Ég til dæmis ætla að byrja bara fyrsta kafla, hérna helstu breytingar frá síðustu skilum, sem kafli sem við bara listum upp svona snögglega helstu breytingarnar eða allar breytingarnar í rauninni frá því þið skiluðu síðast, ég veit að þið eru líka hérna nýir aðilar. Og þar teljum við það upp og vísum alltaf í hvað í leiðbeiningunum, farið nákvæmlega í þetta, til að fara svona nokkur hratt í gegnum þetta. Þá erum við núna að biðja
upprunnan á ristarúrgangi og seyru, en það til að vita hversu mikið lífrænt efni að fara í urðun, og þetta fer líka inn í aðferðafræðina við útreikning á losun gróðurhúsalofttegunda, og losunarbókhaldsteymi okkar getur svarað öllu spurningu hvað varðar það. Þannig að já, svo erum við að fara að fylgjast með hvað mikið af útfluttum úrgangi. Eins og höfum við ekkert sérstaklega góðar upplýsingar það, þó að þið skilið til okkar öllu sem flutt út, en við getum ekki séð í okkar gögnum hvað af því sem við fáum inn útflutt. Þetta hins vegar útfærsla sem ekki tilbúin í gagnagáttinu ennþá, þannig að við erum ekki að fara að rita inn þar eins og Þetta eitthvað svona sem er endilega bara að líta yfir og búast við að þetta komi fyrir næsta ár þegar þið skilið þá. En þetta eitthvað svona sem í aðsíði, og það alveg tekið fram hér, þannig að ekki ómiklar að ágjöra þessu í bili. Svo komin nýr meðhöndlunarflokkur, undirbúningur fyrir endurnotkun. Þetta eitthvað sem við höfum verið að fá til okkar undir formerkjum önnur endurvinnsla, en núna biðjum við ykkur, þið sem eruð að sinna þessari endurvinnslu, undirbúning fyrir endurnotkun, að hafa það aðskilið í gögnunum þegar skilið til okkar. Svo svona, eins og ég nefndi í glærukynningunni, svona stærsta yfirvofandi breytingin, að fá skil frá fyrstu og millimeðhöndlunaraðilum. Þetta valkvætt eins og að skila, af því við áttum okkur á því að þetta svona frekar stór breyting fyrir kannski ykkur flest sem eruð að sinna þessum hlutverkum. Þannig að við lítum á þetta ár sem kannski æfingarár eða svona það sem þið getið prófað að skila, því sem hefði áhuga. En svo frá og með næsta ári, þá verður skylda fyrir okkur að skila, þannig að mælum eindrið með að þið kynnið ykkur þetta núna, svo að þetta verði ekki svona og flókið þegar það kemur raunverulega að þið verðið að skila. Þetta verður farið yfir í viðauka 1 og ég fer betur að því þegar ég kem að því í lok þessara leiðbeininga. En næsti kafli, skráningaferlið, þar förum við yfir þessar mismunandi skilaleiðir. Ég ætla bara að fara í gegnum þær með ykkur. Það byrja því að sýna ykkur hérna í gagnagáttinni, þar sem ég skráður inn fyrir Umhverfis- og orkustofnun, að hérna þetta yfirlit, það þetta að klikka á það, það þetta að sjá fyrri skilin ykkar, þau birtast hér. Umhverfis- og orkustofnun hefur aldrei skilað áður, þannig að það engin fyrri skil. Þannig hérna getum við séð hvernig var skilaði fyrra. Og svo hérna listi af aðilum sem hafa aðgang að ykkar eða þessum rekstraraðila. Þið hafið leyfi til að bæta við líka, eða einhver sem tekur við eða einhver annar sem hafa skráð gögnin og breyta aðaltengilið, sem þá aðilum sem svona tilgreinir til okkar hver væri helsti aðilum sem við ættum að hafa samband við ef það eitthvað sem við viljum spyrja út í. En förum aftur í leiðbeiningarnar. Ég ætla bara að byrja því að sýna hvernig maður skilar með eyðublaði, kafli 2.1. Það svona kannski svona einfaldasta útgáfan af skilaleið og hentar vel fyrir þá aðila sem eru að skila bara nokkrum línum eða eru með svona ekki það umfangsmikið starf, bara fá á úrgangsflokka sem unnið með eða eitthvað slíkt. Ég ætla að sýna það bara hér í gagnagáttinni. Þá einfaldlega bara farið í næsta skref hérna. Hér valið úrgangsflokka. Hér bara hakið við þá úrgangsflokka sem þið eruð að meðhöndla. Það geta verið allir eða tveir eða bara allir þeir sem, já, bara eins margir og allir þeir sem þið eruð að meðhöndla. Skrolla hérna neðst áfram í skráningu. Þar birtast allir úrgangsflokkarnir sem voru valdir í skrefuna undan. Það hérna grænu línurnar. Hér í rauninni skráningaskrefið þar sem þið veljið úrgangsflokkin og fyllið inn í þær upplýsingar sem við beðum. Það ISA atvinnuflokkun, bara eitthvað tilvinnarkennt hérna, sveitarfélagið, meðhöndlunin. Sjá hér að hér búið að bætast við undirbúningu fyrir endurnotkun og söfnunin og millimeðhöndlun. Þetta eru fyrstu og millimeðhöndlunarskilin. Ég ætla að hafa þetta bara sem önnur endurvinnsla. Og svo magnið í tonnum, það bara, já, hér ber að hafa í huga, þetta í tonnum en ekki kílóum og við notum punkt fyrir kommutölur en ekki kommu og þegar það reynt að setja kommu þá kemur ekki neitt. Það vistað og svo þetta skrá aftur fyrir dýrafræ eða frá öðru sveitarfélagi eða ísæti eða eitthvað slíkt. Þetta við ykkur að gefa ykkur smá tíma í til að hafa þetta rétt. Sýn ykkur með ristarúrgangin líka snögglega. Það þegar ristarúrgangur valinn, þá þetta bara alveg eins. Þú bætast við nýr reitur, hvaðan kom úrgangurinn.
Það er valið hvort það sé rotþró, 2-3 prinsuvirki eða eitthvað annað óskráð. Þetta er viðbótin þar varðandi ristarárganginn. Þegar búið að fylla þetta út, þá er farið bara áfram í síðasta skrefið. Þar sjáum við bara yfirlit yfir það sem við vorum að skrá. Getum við gengið og skuggað að allt sé rétt hér. Það sem ég ætla helst að sýna ykkur hérna er að það er svona eins og villuleit í þessum skilum. Þannig að birtist gulur gluggi ef það er eitthvað öðruvísi frá fyrri skilum. Eins og hér, það var engin úrgangur skráður í dýraræ eða hérna ristarárgangur og svoleiðis fyrir umhverfis- og orkustofnun síðast. Þannig að þetta er svona leið til að sjá fyrir ykkur ef að þetta sé örugglega allt rétt, og ef það er allt rétt þó að hérna kemur svona gulur gluggi, þá væri frábært að fá í rauninni útskýringu á því hér í athugasemda glugganum. Hérna getið þið skrifað einhver athugasemd til okkar ef það er eitthvað öðruvísi með skilin í fyrra eða bara ef þið koma einhver á framfæri eða hvað sem ef þið viljið. Það er ekki skylda að setja nýtt þarna inn, bara allt er hjálplegt í rauninni, eða það er eitthvað sem þeir útskýra eða tilgreina eða hvað. Já, þetta er svona það sem leiðbeiningarnar útskýra í, það er aðeins kannski nákvæmara í leiðbeiningunum. Ég fór tiltölulega hratt yfir þetta. Leiðbeiningarnar eiga að vera frekar ítarlegar fyrir skilin með eyðublaði. Þetta er allt hérna sömu skrif og ég fór í gegnum. Hérna er skráningarglugginn og svo er bara síðan skrifið að íta á staðfesta og skila. Næst er það skil með CSV-skrá. Það hefur verið svona algeng skil fyrir þá aðila sem eru að skila til okkar fleiri línum, eru með mikið af úrgangsflokkum, umfangsmikið starf, geta verið þess vegna mörg þúsund línur. Þannig að það væri mjög tímafrekt að handslá það inn með hérna í gegnum svona eyðublaðaskil. Þannig að skilin með CSV-skrá geta verið mjög gagnleg. Hér er hérna dæmi hvernig skilaskrá er skilað. Hérna er sýnt hvernig skilaskráin lítur út í rauninni, hvaða dálkar eru til staðar. Þetta eru bara sömu skilareitir og rauninni og fyrir eyðublaðið. Ég er með líka template hérna sem er eins og skjáskotið nema ekki með neinum tölum, og þetta er eitthvað sem þið getið nálgast hjá mér eða viljið. Bara tilbúið template og sem er með stuttum útskýringum hvað fyrir hvert flokk og fyrirfram ákveðnum valmöguleikum sem eru þá valmöguleikarnir sem eru til staðar þar sem það á við. En til að fara snögglega í gegnum þessa skilareiti þá er forskriftin líka sýnt hér í leiðbeiningunum, listað upp hvaða dálkar þarf að skila. Það er úrgangsflokkurinn, hérna er listi yfir þá í Excel-skjali, svo meðendanarflokkur, listi yfir þá líka og það er líka farið yfir það betur í skilareitakaflanum hérna seinna. Svo er sveitarfélagi, listi yfir þau, ísat hérna númerinn. Það er mjög gott að hafa það svona til hliðsjónar opið þegar þið eru að skila til að vita hvað ísatið er að nota. Skráningarárið sem er alltaf svo sem bara sama, þið skiljið eins og það er að skila núna, þá verður það bara 2024. Magnið í tonnum, það er eins og í eyðublaðinu. Ef það er komma, þá er það með punkti. Svo er nýji dálkurinn, ristarúrgangur, uppruni. Það er einfallega skráð hérna 0 eða 1, 0 er sjálfkrafa skráð ef það er ekki með ristarúrgangu seiru, þá getið þið hunsað þann dálk, annars skráðið þið 1, 2 eða 3 eftir hvort það sé hver upprunnin er. Það er betur sýnt í kaflanum ristarúrgang, hvernig það er allt skráð. Svo er bara hérna stutt dæmi hvernig skilareitur getur hvernig CSV-skrá getur litið út. Það er farið yfir hérna. Og að lokum eru 2 stuttir kaflar skil með API sem eins og ég sagði áðan, þá bara hafið samband við okkur og við vinnum að því saman að setja það upp. Og ef þið meðhöndluðu engan úrgang á rekstrarárinu sem var að ljúka, þá er þetta að skila 0 skýrslu, sem er eins og skil með eyðublaðið. Þið veljið bara að skila 0 skýrslu og staðfesta skilin hérna neðst. Ég veit að þetta var tiltölulega hratt yfir farið, en þið með endilega spyrja núna ef það er einhverjar spurningar. Annars eiga leiðbeiningarnar að vera frekar ítarlegar með þetta, og aftur ef það er eitthvað sem þið hnjótið hafið þá bara samband og við getum bara farið í gegnum skilin saman þess vegna. Já, Aron, þú mátt endilega koma með spurningu.
Já, takk fyrir þessa yfirferð. Ég er að velta fyrir mig bara hvernig ég skráði mig inn á gagnaveituna. Út af því að ég er búinn að reyna að fara inn, sko, ég fæ bara upp eitthvað skotopna á veiðinámskeið, veiðikort, hreindýr, tilkynna mengun í jarðvegi og svo framvegis. Já, eflaust eftir að gefa aðgang. Þannig að þú mátt endilega hafa samband við mig og ég þarf kennitöluna þína, þarf kennitölur til að veita aðgang að gáttinni og ykkar aðila. Þannig að ég þarf bara að vita fyrir hvern þú vilt skila. Og netfangið þitt. Það er petur.gunnarsson@uos.is. Takk fyrir. Ok. Ekki máli. Takk sem leiðis. Hafsteinn. Já, blessar. Ég er bara að velta fyrir mér með hana skilgreining og uppruna á ristarúlingi. Við höfum ekki bara að halda utan uppruna á ristarúlingi og erum að meðhöndla töluvert magn af þessu. Hvort að að skrá þá fyrir allt árið í fyrra að þetta sé bara annað og óskráð, eða hvort að maður er að fara í einhverja vinnu með að finna út hver upprunin er. Sko, ég myndi segja það sem þetta er fyrsta árið. Það er alveg óhætt að skráða í annað óskráð núna, en það væri frábært ef þið gætu farið í þá vinnu fyrir næsta ára að bæta gögn, hafa þetta þá. Já, við þurfum bara strax í að halda þetta nota. Takk fyrir. Við getum líka sett okkur í samband við þig bara og hjálpa þér að slumpa á þetta. Ég veit að ástæðan fyrir að við erum að setja þetta inn í gagnaskilin er að þetta skiptir miklu máli fyrir losunarbókhaldi til að reikna út losun Íslands. Þannig að við kannski verðum bara í sambandi. Það gæti verið að sé auðvelt fyrir okkur að slumpa á þessa tölu. Já, við erum með uppruna aðila og allt það, þannig að það ætti ekki að vera erfitt að finna eitthvað út úr þessu. Akkurat, við erum alveg tilbúin að taka spjalli bara, ef það er eitthvað. Ok, flottir. Höfum ekki ágjörð þessu. Nei, nákvæmlega. Hvar fleiri spurningar varðandi skila leiðir, þetta sem ég var að fara yfir. Já, gestur. Þú ert mjútaður ennþá, gestur. Svona, já, heyriði mér. Yes, heldur betur. Það er við erum að skila inn fyrir nánast alla lögaðila á landinu, úrgangsolíu meðhöndlun og ísatsskráningin. Þetta er rosalega vinna að fara yfir hana. Og ég er ofta að giska hvaða ísatsskráning á ég að nota fyrir brim. Mjög flókin, það er mjög mikið að margþættum fyrirtækjum. Einmitt, ég mun koma betur að... Það er ekki mitt ákveða hvað það er. Nei, alls ekki. Og ég mun fara betur yfir ísatsskráningarnar hérna í kaflanum og eftir, leiðbeiningar fyrir hvert skilaritt. Þannig ég mun aðeins ræða betur hvernig við viljum að ísatsatvinnuflokkurinn sé skráð. Já, einst þannig með sveitafélaganúmerin, er búið uppfæra það? Það er búið uppfæra það, já. En það á við alltaf verið uppfært í okkar kerfi og á að geta lesið allt rétt. En ef þið lendi í vandræðum eða fáið villu út af vitlausu sveitarfélagi þá endilega láta ykkur vita. Það minnir mig líka eitt varandi CSV-skrána sem ég glemdi að nefna. Það er að þið eru að notaðast við CSV-skrár og það er eitthvað vitlaust skráð sett við einhverja tölu sem virkar ekki eða eitthvað þá er villuleit þar líka eins og með eyðublaði fáðu svona villumeldingu sem tilgreinir hvað er ekki rétt og í hvaða línu. Og bara eitt varandi það segja lína 2 þýðir í rauninni þessi hérna lína. Því að efsta línan er ekki talin með. Hún er ekki lesin inn í kerfið. Þannig að það er rauninni alltaf einu minna en villan tilgreinir á. Hvaða CSV er það sem að ég á að vista þess sem? Því það eru anskoti margar CSV bara í Excel. Já, þetta er bara punktur CSV skráð. Það er held ég bara ein... Nei, þegar ég vista, save as, ef ég er búin að vinna þetta í Excel og vista svo lokaskjalið sem CSV, þá eru þetta 1, 2, 3, 4, það er allavega 4 möguleikar í Excel. Ok, ég held að sé... Sem að hafa þessa sömu endingu. Já, það. Ég sé vel bara eitt hjá mér. UTVAF 8 Commented Limited, það er bara CSV Commented Limited. Svo var það
það var eitthvað meira hérna. Við viljum bara hann að koma CSV. Það er skráin sem við höfum verið að notast við. Comma delimited, ekki UTF 8. Já, bara comma delimited. Það er skilaskráin sem við notast við, en aftur ef þetta er eitthvað sem er ekki skýrt, þá mátt endilega bara senda okkur skilaboð og við förum yfir það saman og getum gert það tilgreint það þá í leiðbeiningunum ef þetta er eitthvað sem þarf að taka fram þar. Já, ég lenti allavega í miklu vandræðum með þetta síðan. Já, það er gott að vita, eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þá, greinilega. Takk fyrir það. Ok, einhver sem fleiri spurningar varðandi skilaleiðir? Það erum við fyrir skilareitina. Ok, sýnist ekki. Höldum við áfram. Hérna, kafli 3, leiðbeining fyrir hvert skilareit. Þetta er aftur sett upp svona svo að eins og að þau eru með spurningu bara ísatnúmerinn, þá getum við fundið þann kafla hér undir og ættu að fá tæmandi útskýringu á því. Fyrsti kafli hér undir er úrgangsflokkanir. Þetta eru 72 mismunandi úrgangsflokkar. Hér er listi við þá. Þetta er rauninni byggt á EFAFC heitir það kóðum. Við tókum út svona okkar eigin kóða sem fyrir sér íslenskar aðstæður eins og sláturúrgang og eitthvað svoleiðis. Það er tenging við list og veist kóðana sem ég veit að sum ykkar er að nota. En það er önnur framtíðarsýn sem ég kom ekki inn á þannig að reyna að tengja hann einhvern veginn saman þannig að ég geta skráð líka í list og veist kóðum. En það er ennþá svona smá fjarlægur draumur. Eitthvað sem við höfum líka til í að spjalla við ykkur eða þetta er eitthvað sem myndi gagnast ykkur mjög mikið. Það væri mjög gagnlegt fyrir okkur að læra frá ykkur. Já, í þessum skilareita leiðbeiningum fyrir úrgangsflokk til dæmis, þá er alltaf farið yfir hvernig á að skila því með eyðublaði og svo með CSV-skrá. Eyðublaðinu eins og ég sagði áðan, þá er bara taka í þá reitið sem við á. CSV-skráni þá það bara tilgreina hverja línu, fyrsta dálki, eins og hérna í þessu templati, velja hérna hvort það sé 1, 2 eða upp í 72, eitthvað af þessum úrgangsflokkum. Fyrir ristarúrganginn á segjuruna, þá það er frekar augljóst í eyðublaðinu eins og sýndi áðan, þá er valið bara hvort það sé rotráð, 2 eftir að prinsivirki, annað óskráð og í CSV-skráni, þá er sjálfkrafa valið 0, þannig að ef þið eru ekki með ristarúrgang, þá látið þetta bara vera. Ef þið eru með ristarúrgang og seyru, þá er hérna valið bara 1, 2 eða 3 eftir ykkur upprunnin er. Sjá hérna í leiðbeiningunum hvað hver og einn tala þýðir. Þetta er allt og sumt úrgangsflokkana. Þá er það ISA-datunumflokkurinn sem ég gef okkur smá tíma í að fara við það. En þetta er svona það sem við notum til að sjá hvort að úrgangur sé frá einhverjum ákveðnum fyrirtækjarekstri eða frá heimilum og erum að styðjast við þennan hérna lista yfir ISA-númer. Þetta er alveg mjög ítarlegur listi og ég skil vel að þetta sé svona frekar íþyrknefandi að þurfa að finna eitthvað hér sem á við þá aðila sem þið fáið úrganginn frá í rauninni. Ég mun okkur að benda á sérstaklega það sem er hérna alveg neðst. Þar eru yfirflokkanir fyrir þessa ISA-datunumflokkun, bókstafinir hér. Þannig að ef þið eru ekki viss hvaða ISA-datunumflokkun úrgangur kemur frá í rauninni, þá getið þið stuðst við bókstafina og skráð þá í rauninni til okkar, í staðinn fyrir einhver nákvæm númer, eins og hér. Einnig ef við vitið að það er eitthvað í landbúnaði eða, tökum það sem dæmi, eitthvað hérna í landbúnaði þá er skógrækt eða fiskiveiðum undir A, þá er í þessum lista, förum hérna alveg efst upp í A-ið, þá er hérna undir nákvæmur ISA-númer fyrir þessar greinar og þetta er svona stigmagna líka, þú veist eins og hérna sjáum að skógarhögg er hérna 2,2 og svo fer í eitthvað meira ennþá nákvæmara niður og eitthvað með 3. Þannig að þetta er oft svona hægt að vinna sig upp og niður í nákvæmni í þessum ISA-datunumflokkum og ef það er óvist þá er alltaf hægt að fara í svona minnst nákvæmustu skráninguna. En þó við viljum þetta ef það er hægt að hafa þetta sem nákvæmust og fara alveg niður í 5 stafa tölu. Nákvæmustu skráninguna. Við erum aftur í leiðbeiningarnar. Já, í leiðbeiningunum við farið yfir þetta allt saman og sýnt dæmi hvernig það að skrá
ísatvinuflokkun, bæði fyrir CSF og Eyðublað, en hér langar mig að sérstaklega nefna hvernig hægt að finna ísatvinuflokkun á vefnum, en fyrirtækjaskrá Skattsins getur verið mjög gagnleg. Ég get bara sýnt ykkur það hér, og það er hlekkur á hana, hérna er fyrirtækjaskráin. Það er hægt að leita að fyrirtækjum sem fengu úrgangi frá. Ég ætla að taka bara Umhverfisstofnun sem dæmi, leita að því. Hér er Umhverfisstofnun, hér er þetta að finna ísætið fyrir Umhverfisstofnun. Meira að segja sveitarfélagi líka ef það er eitthvað sem er óljóst. Þetta getur verið mjög gagnlegt og hugsa ég fyrir ykkur að vita af allavega. Svo erum annað dæmi og hérna er lýst hvernig á að finna þetta einmitt, Umhverfisstofnun og ísætið. Og ef það er, sum fyrirtæki eru vissulega með fleiri en eitt ísat, þá miðum við aðalstarfsemina. Það er merkt yfirleitt með hérna aðal undir ísatnúmerunum í fyrirtækjaskráni. Þannig að við trúum að þetta geti verið gagnlegt. Kristín, ég ætla að leyfa þér að skjóta inn einni spurningu. Það var eiginlega ekki spurning, ég ætlaði bara að segja frá því að hérna varðandi ísatnúmerinn, að þá er þetta innbyggt í sumar lausnir eins og í Business Central, þjóðskrár, lausn, og þá skilar það ísatnúmerinu með þegar viðskiptamaður stofnar og er líka hægt að leita upp eftir því. Frábært, einmitt, það er gott að vita. Það er möguleg eitthvað sem við ættum að bæta í leiðbeiningarnar. Það sé hægt að nota það. Já. Takk fyrir þennan punkt. Mjög gott að vita. Ok. Elvar, þú mátt spyrja líka. Já, ef það eru þannig tilfelli, það er fyrirtæki sem er verið að losa frá og það er með 2 ísatnúmer. Er hægt að, er ekkert mál að skilja inn 2 númerum eða þarf maður að vita hvað kemur frá hvoru? Sko, ef þú vilt skilja frá 2 númerum, þá þarf þetta að vera 2 mismunandi línum og þarf þetta að vita hvað kemur frá hvorum aðila. En ef þetta er eitthvað sem, ef þetta er sami aðilinn með 2 ísatnúmer, þá bendum við á hér í leiðbeiningunum að við styðjumst við eins og aðal ísatnúmerið sem er merkt með aðal, bara samkvæmt fyrirtækjaskrá Skattsins. Já. Þannig að þú getur stuðst við það. Ok, takk. Ekki málið. Ok, við skulum halda áfram. Næst er það meðhöndlunarflokkarnir, en þeir eins og ég hef nefnt nokkuð sinnum eru aðeins að breytast. Það er að bætast við bæði undirbúningur fyrir endurnotkun, það er búið að bætast við, og svo þetta fyrsta og millimeðhöndlunni. Það eru 2 nýjar meðhöndlunarleiðir sem heita einfaldlega bara söfnun fyrir fyrstu meðhöndlunina og millimeðhöndlun fyrir millimeðhöndlunina. Þannig að allt það sem þetta er undir millimeðhöndlun, köllum við bara millimeðhöndlun þó það sé einmitt flutningur eða böggun eða hvað sem þið eru að gera. Og söfnun er líka bara svona einmitt samheiti fyrir fyrsta aðilann sem kemur af úrganginn frá aðalinu sem myndaði úrganginn í rauninni. Þetta er líka svona frekar víðamikið. Við stiklum á mjög stóru í þessum kafla hér, en við höfum útbúið sérsíðurinni til að útskýra þennan kafla, bara bæði fyrir ykkur og okkur að hafa þessar útskýringar. Það er hlekkur á það hérna sem ég ætla að sýna ykkur. Þetta er líka inn á úrgangur.is undir tölfræði, bara sama stað að þið finnið leiðbeiningarnar. Hérna er mjög ítarlegt bara hvernig skal velja meðhöndlunarflokk við skilamagni og meðhöndlun úrgangs. Hérna er bæði þar yfir smá bara bakgrunn fyrir þessa úrgangsflokka, svo val á meðhöndlunarflokki, þar sem er listað upp öllum meðhöndlunarflokkunum, fyrsta meðhöndlun, millimeðhöndlun og lokameðhöndlunarleiðirnar hérna og með lýsingu hvað fellur það undir. Og við reyndum að hafa þetta frekar ítarlegt og ætti að vera svona vonandi fullnægjandi, en ef það er ekki, þá með við endilega bara láta okkur vita ef það er eitthvað sem er ekki nokkuð ljóst. Þetta er eitthvað sem þið getur stuðst við ef þið eru óviss með meðhöndlunarleiðir. Við erum líka með hérna fyrir neðan svona pörun við það sem heita R og D kóðar fyrir recovery og disposal. Þannig ef þið eru að stíðast við þá eru kóðanir hérna og við merkjum við svona þær leiðir sem það er eiga við líka í okkar kerfi. Hérna eru hérna R-kóðanir og fyrir neðan eru D-kóðanir.
og eru líka með smá lýsingar á þeim hérna fyrir neðan. Þannig að það er fullt efni hér sem gagnast vonandi, allavega einhverju leyti. En ég held að tafla 1 geti allavega verið mjög gagnleg svona fyrst sinn þegar verið að kynnast þessum nýju meðhöndlunarleiðum. Þannig að, já, svo fer ég betur á eftir þegar ég komin í viðauka 1 hvernig þetta skiptist á milli fyrstu og milli meðhöndlun og þetta allt saman, þetta nýja. En það sem þessi kafli, það hægt að finna flest allt undir hlekkum hér í leiðbeiningunum á úrgangur.is. Svo eru það sveitarfélögin. Við erum með hlekka á lista hérna yfir sveitarfélög. Þannig að þetta er eitthvað sem við vonum að vefst ekki fyrir. Auðvitað eru sveitarfélög stundum að breytast og við reynum þá að uppfæra þau jafnóðum hjá okkur. Og aftur það tekst ekki alltaf, þannig að við lendum í vandræði með skráningu á sveitarfélagnúmerum með endilega að hafa samband. Og magnið, það er í tonnum, það er svona helsta við það og hvernig áskala á komutölur. Það er með punkti, það er engir þúsundapunktar, bara skráning svona ef það er 23.001,4 tonn, þá er bara punktur fyrir kommu og skilum því. Hér er svo smá kafli útflutta úrganginn þegar við byrjum að halda utan það. Þetta er eins og ég sagði áðan ekki tilbúið, útfærslan á þessu er ekki komin inn í gagnagáttina, en þetta er eitthvað sem við erum mjög spennt að fá inn og gera ráð fyrir að þetta verði komið fyrir skilin á næsta ári og þá verður eins og þessi gluggi hér tekin út fyrir leiðbeiningarna sem verða gefnar út þá. Þannig að ég mæli með að gefa ykkur tíma í að lesa kaflan en þurfum ekki að hafa áhyggjur af honum í bili nema þá að við viljum eitthvað undirbúa eitthvað skráningu eða kerfi þegar þetta mun koma inn. Aftur ég veit að ég fór tiltölulega hratt í gegnum þetta en leiðbeiningarnar sem sé eiga að vera ítarlegar og þeim er alltaf að hafa samband en ég gef ykkur færi núna aftur á að spyrja eitthvað hér, eða eru með spurningar. Eitthvað varðandi sveitarfélögin eða ísatið eða meðhöndlunina. Ok, ég sýnist ekki í bili, svo verður þetta líka hægt að spyrja alveg í lokin. Þetta er svona, já, að nálgast endan hjá okkur. Við erum komin að það sem allir hafa beðið eftir. Fyrst á milli meðhöndlunin. Við erum aftur að nefna að þetta er ekki skylda að fara í gegnum þetta núna. Við áttum okkur á því að þetta er einmitt, við erum ekki að biðja lítið með þessu og viljum að þetta sé gert vel, þannig að við viljum gefa ykkur tíma í að þessu núna að fá smá æfingu í að skila þessu og prófa að skrá sig, þó sé ekki nema að skrá sig inn í kerfið og sjá hvernig það lítur út. En svo frá með næsta ári þá munum við framfylgja lögunum sem hafi alltaf verið í gildi að allir sem meðhöndla úrgang skili til okkar og ef það verður ekki gert fyrir 1. maí þá mun það fara í viðeigandi eftirfylgni. En já, hvernig við munum aðgreina á milli fyrstu og milli meðhöndlun og loka meðhöndlun verður eins og hefur aðkomið fram með því að sjá hvaða meðhöndlun er skilið. Þannig að ef að þið skilið söfnunartölum þá vitum við ok, þetta er fyrsti meðhöndlunaraðili, þetta var aðilinn sem var fyrsti sem tók við. Sama með millimeðhöndlun, þá vitum við að þetta er eitthvað sem er svona millibilast ástand, þetta er að fara annars staðar í lokameðhöndlun eða þess vegna hjá ykkur aftur. Það er svona kannski helsta flækjustig í þessu að það eru mörg ykkar sem eru eflaust að sinna mörgum hlutverkum. Þá getur verið flókið að vita kannski hvað er nákvæmlega hjá ykkur sem er fyrsta meðhöndlun og hvað er millimeðhöndlunin og hvað er lokameðhöndlunin og ég veit að það getur verið smá pirrandi að því að við munum biðja ykkur þá að skrá inn 3 sinnum kannski sama magnið, þá fyrst að þið hafi safnað því, svo að það hafi farið í millimeðhöndlun hjá okkur, svo einhverja lokameðhöndlun í endurvinnslu eða förgun eða eitthvað. En það þarf því miður að vera svoleiðis svo við getum fengið þessar upplýsingar upprunann. En við hugsum að bíða aðeins spurningarnar Almar til að fá að klára að fara í gegnum þetta allt saman og svo tökum við spurningarnar á eftir. En það geti alveg verið að ég sé að gleyma einhverju þannig að það endilega spyrjið það og reynda að muna spurninguna. Já, sem sagt, við flokkum þessi hlutverk eftir meðhöndlunarleiðunum og svona ég
að sjá þetta of einfaldlega þar sem ég ekki svona á gólfinu eins og þið að meðhöndla úrganginn sjálfur. En ég held að geta hjálpað að reyna að stíga kannski aðeins út fyrir sviga hjá sér og horfa á svona ykkar hlutverk með smá svona gagnrýnisaugum eða þannig að reyna að ímynda ykkur svona ykkar hlutverk á sem einfaldastan hátt. Hvað eru þið að gera? Ef þið eru fyrsti aðilinn, þá eru þið sína söfnun þar. Svo eitthvað sem gerist hjá ykkur eða hvort þá skráið það, skráið söfnun þá eins og þið safnið fáið til ykkar 20 tonna af einhverju blönduðum úrgangi, svo takið það til ykkar og flokkið það kannski, eru komið með allt í einu 10 tonna af timbri og 10 tonna af blönduðum úrgangi, þá það orðnar 2 skráningar sem myndi fara í millimeðhöndlun hjá ykkur. Eitt þá timbur og eitt blandað meðan söfnunin var bara 20 tonna af blönduðum úrgangi. Þannig getur úrgangsflokkanir breyst og skráningin breyst frá fyrstu milli- og lokameðhöndlun. Svo í lokameðhöndlunni myndu við kannski senda allan viðinn í endurvinnslu en hitt væri bara í brennslu eða eitthvað svoleiðis, þá myndi það vera skráð þannig í viðeigandi flokka. Þannig að aftur, ég veit að við erum biðjum tiltölulega mikið en þetta vonandi ekki of flókin leið til að skrá þetta, en auðvitað eru við líka stíga fyrstu skref í að safna þessum upplýsingum, þannig að það geti eflaust verið eitthvað sem við erum ekki að gera ráð fyrir og eru kannski ennþá fleiri flækjustig. Þá bara aftur biðja ykkur endilega að hafa samband og við reynum að finna út úr því á einhvern svona skynsamlegan hátt. En það sem ég hins vegar líka spenntur að segja ykkur frá að með þessum skilum og þessum hlutverkum eins og ég að kalla það, þá myndi það vonandi einfalda skráningu á sveitarfélagi og ísatt atvinnugreinaflokkun. Því að hingað til að þeir sem hafa verið að skila lokameðhöndlun til okkar, við höfum verið að biðja ykkur að skrá upprunan, bara hvar þessi úrgangur myndaðist á landinu og hvar honum var safnað. Og það mjög eðlilegt að lokameðhöndlunaraðili hafi ekkert endilega fullkomnar upplýsingar það. Þannig að, en við sjáum með þessu fyrirkomulagi að þá mun það ekki þurfa. Þannig að því að fyrstu meðhöndlunaraðilarnir, eins og hér, skrá upprunan, þá erum við komin með hann. Þannig að lokameðhöndlunaraðilar þurfa ekki að hafa áhyggjur af því. Þannig að þessir fyrstu sem að skrá söfnun, þeir skrá hvar úrgangurinn kom og hvar hann var safnað eða hvar var tekið við honum, í hvaða sveitarfélagi eða hver var að skila honum af sér, hvort það var hvort það voru heimili eða einhver ákveðin ísatt atvinnuflokkun. Svo eru milli- og lokameðhöndlunaraðilar að skrá ísatt atvinnuflokkunina og sveitarfélagið hjá þeim aðila sem skilaði inn úrganginn. Þannig að ef að Umhverfisstofnun er að taka við úrgangi frá einhverjum öðrum aðila sem safnaði úrganginum, þá myndum við geta athugað bara, til dæmis í fyrirtækjaskrá Skattsins, sem hér, leitað að þeim aðila og skráð það ísattnúmer á okkar skráningu. Og með því getum við fylgt úrgangsstraumnum frá upphafi til enda í rauninni, með því að nota ísattið á sveitarfélagið. Þannig að, já, bara einu sinni enn, milli- og lokameðhöndlunaraðilar, þeir skrá bara alltaf ísattið og sveitarfélagið hjá þeim aðila sem afhendi úrganginn. Þannig að bara hver gaf ykkur úrganginn, hvaðan fenguð hann, það það sem þið skráið. Og þó að sé aðili sem tók við honum kannski á Akureyri en vinnur með höfuðstöðvar í Hafnarfirði eitthvað svoleiðis, þá skráiði sveitarfélag og ísattið á þeim stað, þó að þetta hafi verið að gerast á Akureyri, af því að fyrsti aðilinn sem safnaði og lét þennan aðila úrganginn hvort búinn að skrá sveitarfélagið og ísattið fyrir Akureyri og það sem úrgangurinn myndaðist. Þetta kann að hljóma pínuflókið, en við erum með nokkur dæmi hana líka, með svona tilbúnum aðstæðum að rekstraraðilum sem við reyna að útskýra þetta aðeins. En við vonum að þetta muni að einhverju leyti einfalda skráningarnar á upprunanum. Þar sem að þetta hefur verið pínu vandamál hjá okkur að glata upprunanum, að eðlilega hafa lokameðhöndlunaraðilar ekkert alltaf upplýsingar hvar úrgangur myndaðist og það blandast oft saman á þeirra svæði eða frá mörgum aðilum. Þannig að, já, þetta svona einn annar kostur sem við sjáum við það að vera að taka við gögnum frá fyrstu og millimeðhöndlunaraðilum.
En ég ætla ekkert endilega að fara yfir dæmin, þetta meira fyrir ykkur ef þið viljið skoða og áttu ykkur betur á þessu öllu saman. Annars ég búinn að fara yfir allt sem ég ætlaði að fara yfir, þannig að þá opna ég bara aftur fyrir spurningar og núna á mig endilega að láta vaða varðandi þessi skil. Eða hvað sem ég búinn að fara yfir. Já, Almar. Já, takk. Þú myndist á það áðan að í kerfinu getur verið farið fram á að meðhöndlunaraðili sem að kannski bara með alla virðiskeðjuna bara á sinni hendi. Ég safna því, ég flokka það, ég flyt það og skila því og þá þarf ég að fara að skrá þetta á þrisvar. Þetta ekki bara forritunarmál ykkar megin? Ætti ekki vera hægt að hafa þetta bara fjöl valið? Fyrir sko, ég hérna með 1 tonn af þessum úrgangi og ég safnaði honum, ég flutt hann og ég skilaði honum. Bara svona að því að hérna, bara það þannig, það alltaf letjandi þegar verkefnin verða yfirhlaðast og flækjustigið eykst og þá ég ekki viss að við náum nákvæmninni fram sko. Af því að ég ímynda mér að við erum að reyna að búa til góð gögn sko. Sem við svona nota í eitthvað sko. Einmitt, ég skil hvað átt við og þetta væri kannski ágætt að bjóða upp á einhverju svona leið ef að úrgangurinn breytist ekkert. Ef hann bara, eins og segir, þið safnið honum, þið flokkun gera eitthvað bakið hann kannski eða eitthvað, svo lokameðhöndlunin og hann helst í grunninn sami en málið að ástæðan fyrir því að við verðum eiginlega að biðja mögulega skráningu fyrir þetta allt saman að úrgangur þannig að hann breytist alltaf í þyngd og á það til að skiptast upp í kannski fleiri flokka ef þið að flokka hann eða einhver svoleiðis starfsemi og við þurfum að fá vitneskju það hvernig úrgangur þróast af því að þegar hann er safnað þá gæti hann kannski þá hann einhver þyngd en svo kannski rigning og hann orðið þyngri í millimeðhöndluninni og svo hann kannski aftur búinn að léttast í lokameðhöndluninni. Þetta eitthvað sem við viljum líka sjá. Hvað hann þungur í upphafi versus í lokin og líka ef að skiptist upp í fleiri úrgangsflokka eins og ég nefndi áðan. Ef að það einhver sem að flokka hann eða eitthvað svoleiðis að það skiptist úrgangurinn upp í fleiri úrgangsflokka og kannski, einmitt. Það helst það. Þannig að ég skil hvað átt við. Þetta auðvitað pirrandi að þurfa að skila sömu skráningunni þrisvar og kannski þetta eitthvað sem sem við þurfum vissilega að taka tillit til en fyrir aðra sem eru með að gera kannski eitthvað meira eins og flokka í millimeðhöndluninni þá líklegra að þetta skráningin breytist og hún helst ekki svo sama í öllum þessu 3 skrefum. Mér langar líka að benda á það ekki víst að allur úrgangur sé skráður þrisvar. Stundum engin millimeðhöndlun, þannig að ef þið takið á móti úrgangi og það kannski bara óvirkur úrgangur, möl eða eitthvað og það þarf ekkert að gera við þessa möl og hún síðan sett kannski í fyllingu, að þá eru bara 2 skráningar. Það sem sagt söfnunin og svo lokameðhöndlunin sem fylling. Þannig að það engin millimeðhöndlun þar. Það ekki nema úrgangurinn sé að skipta hendur eða hann sé að eðlis breytast eitthvað, það sé vera að flokka hann eða eitthvað svoleiðis sem að þarf millimeðhöndlun. Takk fyrir annar punkt. Þetta mjög mikilvægur punktur að hafa í huga. Að millimeðhöndlun ekki eitthvað sem gerist alltaf. Þetta einmitt eins og Jói segir að stundum fer hann bara beint í lokameðhöndlun. Það eru bara 2 skráningar. Já, Sveinn. Þú ert á mute, Sveinn. Ég segi þetta virkar sem ágætiskerfi og ábyggilega ekki stórmál að sníða einhverja vankanta af þessu. Vefþjónustan eitthvað hlýtur að innifela þetta að sé hægt að lesa bara beint úr kerfum og þurfi nú ekki að vera að slá inn sömu tölurnar oft. En ég velti aðeins fyrir mér, nú er markmið hringrásarlöggjafarinnar meðal annars endurnotkun eða úrgangsforvarnir. Hvernig náið þið utan það í þessum tölum? Já, það góð punktur. Jói, þú kannski betur fallin til að svara þessu. Já, ég get alveg stokkið inn sko. Í rauninni þetta kerfi nær ekkert utan úrgangsforvarnir í sjálfu sér. Úrgangsforvarnir sem sagt fyrir þau sem ekki þekkja til eru allar aðgerðir sem við ráðumst í áður en úrgangur
verður til. Þannig að hlutir eins og til dæmis að kaupa notaðar vörur eða viðgerðir eða hanna vörur þannig að endingatíminn þeirra sé góður. Sömuleiðis að stilla einhvern veginn úrgangsmeðhöndlunarkerfin okkar af þannig að verði sem minnstur skaði af úrgangi. Þetta er allt saman úrgangsforvarnir. Þær falla utan þessa kerfis. Við mælum úrgangsforvarnir að einhverju leyti til dæmis í gegnum viðhorfskannanir matarsóun, við mælum líka endurnotkun á Íslandi, en það er ekki gert í gegnum þetta kerfi. Við gerum það öðruvísi bara með sérstökum rannsóknum og í sjálfu sér að þá verður endurnotuð vara, hún verður aldrei að úrgangi, þannig að hún ætti ekki að vera skilað inn í þetta kerfi. Það er ekki nema bara undirbúningur fyrir endurnotkun. Þegar við tökum úrgang og við undirbúum hann þannig að það sé hægt að nota hann aftur í sínum upphaflega tilgangi. Þetta er nýtt inn í kerfinu hennar undirbúningur með endurnotkun, en það sem dæmi undirbúning fyrir endurnotkun er einmitt nytjamarkaðir eitthvað svolítið sem safna úrgangi, safna drasli sem fólk er að losa sig við og þau kannski laga eða yfirfara með þess að skoðun á vörum athugað hvort það séu í lagi, það telst sem undirbúningur fyrir endurnotkun. En eftir að undirbúningur fyrir endurnotkun á sér stað þá hættir varan semst að vera úrgangur. Þannig að undirbúningur fyrir endurnotkun er líka lokað meðhöndlun. Ég langar að bæta inn einu hérna því að þessar upplýsingar úrgang þá fáum við þetta heildar úrgangsmyndun. Það er eitt tól til að fylgjast með hversu kannski vel gengur í úrgangsforvörnunum, að sjá hvort að úrgangur á Íslandi sé að hækka eða minnka og ákveðnum geirum og hvort að heimilisúrgangur sé að hækka eða minnka. Þannig að það er svona ein leið til að sjá hversu vel gengur þar, þó þetta sé ekki beint upplýsingar úrgangsforvörnunar. Hvað meira fara þetta Sveinn? Já, ég ætla að fá að vera pínu ósammála ykkur, þekkjandi bara hvernig okkar vinnulag hefur verið hjá Brimi. Við söfnum saman hlutum sem að yrðu bara úrgangur ef það væri ekki endurnotkunar nálgun og þá er það orðið söfnuð tala ef ég bara ímynda mér að svona vinnulag sé víðar sem ég þykist vita. Það sem að ekki fer síðan í rauninni í þessa loka meðhöndlun sem þarna er tilgreind er eitthvað sem fer í endurnotkun, getur verið stál sem fer í aðra notkun eða hvað það nú er. Ég bara velta fyrir mér í rauninni hvort að sé þarna glata tækifæri. Nú kannski bara betra þjónustuaðilarnir tjáu sig meira. Við erum auðvitað bara með tiltölulega afmarkað case. En ég get ímyndað mér að menn séu að endurnota eða endurnýta ýmislegt. Það er líka alltaf spurning hvað er endurnotkun. Bara segjum loðna frá þér sem ekki fyrir í hrognavinnslu. Er hún orðin úrgangur sem sagt það sem fyrir í bræðslu? Við tökum þetta alla leið Akkurat. Bara til að bregðast við þessu. Það sem er úrgangur, að það er allt það sem að menn eru að henda eða ætla sér að henda eða þeim er gert skylt að henda. Þegar ég segi að henda þá meina ég að losa sig við. Ætlunin með loðnu sem er ekki full af hrognum, ætlunin er aldrei að henda henni. Hún á sinn farveg, hún fer í bræðslu og það er hægt að búa til lýsi eða dýrafóður eða hvað er hægt að gera. Þannig að hún er ekki úrgangur á þessu stigi. Varðandi eitthvað sem fellur til innan fyrirtækisins, Sveinn, að þarna ertu kannski aðeins að sýna hvar línan er. Þú ert aðeins að dansa á línunni þannig að þú ert með stálbita sem þú tekur og þú kannski finnur honum annan tilgang. Það er að segja að stálbiti sem er úr einhverju vöruskemmu og þú tekur hann og þú notar hann til að smíða nýju húsgögn sem í notkun innan fyrirtækisins, eitthvað svoleiðis. Þá væri það alveg dæmi endurvinnslu. Ef þú ert með net eða eitthvað þannig starfsmannafatnað sem þú gerir við og notar aftur, það gæti verið undirbúningur fyrir endurnotkun, það gæti líka bara verið partur af eðlilegri notkun vörunar. Þannig að þar ertu með mjög blurry mörk. Ég ætla líka kannski benda á það að endurvinnsla úrgangi er starfsleyfisskyld, þannig að þau eru kannski ekki að skila einhverju 20 kílóum af endurunnum úrgangi til okkar. En þetta eru líka gögn sem eiga heima í sjálfbærniskýrslu fyrirtækja held ég og við getum pikkað þaðan upp eða átt eitthvað samtal það. Ég er búinn. Já. Hvað meira Sveinn eða hleypa Almari að?
Endilega hleypið öðrum að. Glæsilegt, Almar. Já, takk. Ég skal reyna að vera stuttorður og bara sammála ykkur allavega. Sem sagt, nú bara svona að því að við erum hérna í Langanesbyggð, við erum svona á krossgötum svolítið í lífinu, við erum að byggja nýja móttökustöð, 540 fermetra móttökustöð og ætlum okkur bara stórkostlega hluti í umhverfismálum og ég ætla nú alveg, ég nú fylgst svolítið með Brim, bara ég vil gefa þeim kannski svona smá shoutout í þessum málum, þeir eru kannski framar öðrum fyrirtækjum, eða mínu viti, en gefum okkur dæmi, hingað upp á svæði, kemur stóll. Ég skrái hann sem úrgang, en svo bara kemur Palli Pedersen, hann vill endilega eignast þennan stól og þá þeir að skrá hann aftur. Er það rétt skilið hjá mér eða, þú veist? Og svo þegar að Palli Pedersen steinhættur að nota þennan stól eftir viku og þá kemur hann aftur og þú veist, erum við að tala svona tölfræði? Af því að ég að velta fyrir mig sem með, þú veist, undirbúningur fyrir endurnotkun. Hvað ég þyrfti bara að sitja námskeið. Ég takk þetta þú, Pétur. Þú mátt, gjörðu svo vel. Ég held að nákvæmlega þetta dæmi fer kannski að miklu leyti eftir upplausnin í ykkar bókhaldi. Ég meina, þið fáið stól og þið skráið hann inn. Ég meina, hér kannski 20 kíló af blöndum úrgangi á húsgögn eða hvernig sem þið skráið það. Og þið skráið inn sem úrgang og minna óneitanlega þetta úrgangur. Þetta eitthvað drast sem menn komið með inn á svæði hjá okkur. Svo kannski skoðið þið stólinn, þið að gá, ok, menna í hvað gám fer hann og þið farið yfir hann og sjáið, það allt í lagi með þennan stól. Þetta undirbúningur fyrir endurnotkun. Yfirferð á vöru, gæðaprófanir, viðgerðir, bara dusta rykið, skilurðu af. Það undirbúningur fyrir endurnotkun. Ef að varan svo endurnotuð, sko. Og í þessu tilviki hún endurnotuð, þannig að þarna myndi ég þá skrá stólinn sem undirbúinn fyrir endurnotkun. Og hann fer aftur út, þið skráðu hann út úr ykkar bókhaldi. Svo viku seinna það að fatta gaurinn, nei, ég ekki hrifinn af þessum stól eftir allt saman og hendur honum aftur og þá hann aftur kominn inn. Þannig að þessi stóll 20 kíló, þá eru þið búin að taka á móti 40 kílóum á úrgangi og þeir eru búin að undirbúa 20 kíló úrgangi fyrir endurnotkun. Svona höldum við utan þetta í bókhaldun okkar og það alveg eðlilegt að vara sem endurunnin eða undirbúin fyrir endurnotkun skili sér oft inn í úrgangsbókhaldið. Ein af ástæðunum fyrir að mikilvægt að halda utan svona færslur að sumur úrgangur felur í sér úrvinnslugjald, þannig að úrvinnslusjóður ber ábyrgð á því að stuðla því að vörunar sem þau ber ábyrgð á séu notaðar sem oftast, þannig að þau greiða jafnvel fyrir endurvinnslu og undirbúning fyrir endurnotkun á þessum vörum. Þannig að ef þið hafið vörur sem að bera úrvinnslugjald þá getið þið komið áfram í notkun og fáið þá eitthvað greitt fyrir það. Og ef þið takið aftur á móti þeim, þá bara kemur sjóðurinn til móts við það. Ég bara... Ég skilja það, það bara fyrir svona einfaldan manni svo mig að reyna að skilja tilganginn af þessu, þú veist, þessu umstangi utanum einn ónýtan stól sem ekki virðist vera að henda, sko, því að það alltaf einhver beituskúr, einhver staðar sem að hægt að setjast niður í. En já, ég ætla nú ekki að lengja fundir með svona hartóðunum, sko. Þú ekki bara segja, þetta fer eftir upplausnin í bókhaldinu. Já, það góð niðurstaða. Einhverjar fleiri spurningar varðandi gagnaskilin? Ef ekki, þá bara vil ég þakka fyrir komuna og ég hlakka til að fá inn skil frá ykkur og bara endilega heyrið í okkur ef þið lendið í vandræðum eða viljið tala úrgangstölfræði. Alltaf til í það.